Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og veru velkomin í Suðurnesja Magasín, sjónvarp Víkurfrétta. Undanfarin tæplega 30 ár hafa Víkurfréttir staðið fyrir vali á manni ársins. Og að þessu sinni fórum við vissilega nýja leið því að fjöldasamtök með 16.000 íbúum á Suðurnesjum í hópnum Stopp hingað og ekki lengra voru valdir menn ársins, Suðurnesja fólk ársins. Hópurinn sem stofnað var á miðju síðasta ári eða það bil hefur staðið í mikilli baráttu fyrir samgöngubótum á Reykjanesbraut frá Njarðvíkum og inn að flugstöð. Og sú barátta hefur skilað árangri. Við hittum talsmenn hópsins og stofnendur, þá Ísak Kristinsson og Guðberg Reynisson og ræddum við þá og afhentuðum að sjálfsögðu blóm og viðurkenningu frá Víkurfréttum. Síðar í þættinum hittum við nokkra Suðurnesjamenn og spurjum það út í nýliðið ár. Hvað var merkilegast? Hverjir voru merkilegastir? Æja strákar, stopp hingað og ekki lengra. Það er nú ótt að segja að það sé ákveðin öfumæli í því. Þetta mál fór á fleygi ferð, en stoppaði hvergi? Já, það er nokkuð til því. En hvernig var þessi hópur til? Hann var til þannig að við vorum að tuða yfir Reykjanesbraut hérna endalaust. Það er komið örugglega ár síðan að við byrjuðum að tala að það þyrfti að tvöfalda Reykjanesbraut alla leið upp í flugstöð. Og þetta er bara ekki hægt að hafa tvöfalda Reykjanesbraut hérna í miðjunni en svo hérna að hún mjókki í báða enda. Og hérna við vorum búin að vera tuða bæði á Facebook og hingað og þangað og vara við í hættunum sem gætu komið fyrir. Og 7. júlí þá gerist það snemma morgun að það verður banaslys á hérna hafnaafleggjara. Og hérna við náttúrulega fórum alveg í sjokk, ég fór í algjört sjokk þann dag og hérna þá hringir Ísak í mig, ég man þetta ennþá og hann segir við mig nú er bara komið gott, nú bara kem ég með þér í þetta. Hann var búinn að vera að hlusta á mig svona að reyna að ná eyrum hingað og þangað og við ákváðum að stofna þarna hópinn, stopp hingað og ekki lengra en Ísak átti náttúrulega hugmyndina að nafninu og stofnaði Facebook-grúppuna og við byrjum svona að adda inn og við ætluðum að taka 20 góða með okkur. Og við svona fórum að adda svona mönnum sem við þekkjum hingað og þangað bæinn og þetta var komið í svona 30, 40 og svo vorum við hvað? Það var svona 150 þegar við fórum að sofa. Já. En svo daginn eftir þegar við vöknum að það voru 4.000 manns í hópnum. Og í hádeginu hringir Beggi í mig og segir Ísak, það eru 6.000 manns í hópnum. 6.000. Það eru rétt rúmið 14-15 tíma sem við stofnuðum hópinn. Og svona tikkaði þetta. Með hverjum klukkutímanum jókst talan 1.000. Við vorum komin í kvöldi annars dags vorum við komin í 15.000. Og fór mest í 16.600 held ég. Hvenær var svo fyrsta fundur og hvað var ákveðið á þeim fundi? Við hérna, eins og Beggi segir, að þá stofnum við þennan hóp og við ætlum upphaflega svona aðeins að leyfa þess að þróast. Slysið hafði hérna nýlega átt sér stað og við ætlum að leyfa því öllu aðeins að setjast. Og við tókum strax, ég og Beggi héldum utan um þennan hóp og fengum fólk til þess að gæta sín í athugasemdum og vera málefnalegt og þarna svona 10 dögum seinna þá vorum við auðvitað búin að vera að ræða allan tíma hver næstu skref yrðu. Við ákváðum hann 10 dögum seinna að stofna svona framkvæmda hóp. Þar sem að við myndum fá fólk víðsvegar að úr samfélaginu, af Suðurnesjum, bæði fólk sem hefur verið að starfa í pólitík og ekki. Því að við ætlum að beina kröftum okkar að pólitíkinni sem að tekur ákvörðun þessi mál, vera uppbyggileg og málefnaleg í okkar baráttu og komum ótrúlega margir að og við náðum strax eyrum fólks
og svo vatt þetta upp á sig, eitt leit á öðru og við stóðum fyrir margvíslegum uppákomum og hittum alveg ótrúlega mikið af fólki í tengslum við þetta verkefni. En við höfum reynt eins og við getum að þetta bara samfélagslegt verkefni fyrir okkur hérna, fyrst og fremst fyrir okkur hér. Af því að það bara stór hættulegt að beina umferð fólks hér í bænum upp á Reykjanesbraut þar sem að kemur, hvað voru þeir að tala um á mínútu, 60 bílar á mínútu sem að keyra hérna fram hjá Aðalgötu og hérna mér fannst þetta bara að það yrði að gera eitthvað í þessu og þetta á bara að vera, þetta bara tengist Reykjanesbæ en leið þetta sko bara Ísland allt sem að liggur undir af því að hver einasti Íslendingur fer hér Reykjanesbraut og í Leifsstöð einhvern tímann á lífsleiðinni, það bara nokkuð örugt. Og þetta voru nokkuð verkefni sem þið ætluðu í? Já, mér langar aðeins að bæta við það sem að Guðbergur var að segja að umræðan svona hjá einhverjum strax í kjölfar að við stofnum hópinn var nú fyrir að líða kosningum og hérna það var hann fíaskóið var nýbúið og það átti að kjósa hann haustið og fara að nota þetta í þeim tilgangi. En mín upplifun sú að við náðum alveg ótrúlega góðu samstarfi við alla flokka. Oddný Harðar sem hún var í fjárlaganefndinni og hún var í minnihluta, hún stóð með okkur. Svandi Svavars og Vinstri grænum sem og auðvitað þeir sem að stjórna liðanir og ráðherrarnir. Þannig að þvert á flokka mjög gott samstarf, mitt mat sko. En svona, þetta voru nokkuð verkefni sem að þið settu svona á listan. Hvernig gengur þau og hver voru þau helst í fáum orðum? Við settum þetta upp í svona 2 fasa. Annars vegar fyrri fasinn var að fara í bráðabirgðaaðgerðir við Aðalgötu og Þjóðbraut að þar myndum við að fá hringtorg og að hafnaafleggjarinn yrði tengdur inn í hringtorgið við Stekk. Og svo seinni fasinn var að tvöföldun Reykjanesbrautar yrði sett á samgönguáætlun. Hún var ekki á samgönguáætlun. Báðir þessi verkefni eða þessi fasar hafa komist í gegn. Á þessu ári á að hefja framkvæmdir og búa fjármagnar á fjárlögum hringtorg, bæði við Þjóðbraut og við Aðalgötu. Og hérna á næsta ári 2018 verður hafnaafleggjarinn tengdur niður hringtorgi við Stekk. Og að lokum, það sem stóra markmiðið okkar, tvöföldun Reykjanesbrautar frá Stekk upp í Flugstöð á langtíma samgönguáætlun. En það auðvitað bara svona ákveðin svona stefnuyfirlýsing að menn vilji tvöfalda eða alþingismenn eða alþingi vilji tvöfalda þennan vegkafla en það og svo eftir að fjármagna það og reyna að koma því framar í röðina. En á sama tíma, eins og við vitum allir, að þá eru fullt af mjög brýnum verkefnum, úrbótum í samgöngumálum sem þarf að fara í. En þetta svona þau mál sem þetta til þennan mál snertir auðvitað okkur og því finnst okkur að það eigi að vera framar í röðina það Þannig að nú þurfum við að halda áfram að berja á því. Ég held að sko á fyrsta fundinum sem að við settum saman svona 14 manna svona aðgerðarhóp og á fyrsta fundinu þá komu svoleiðis hugmyndirnar upp sko, fólk var rosalega lifandi og á fyrsta fundinu þá komu upp hugmyndir sko bara loka Reykjanesbrautinni eins og gert var eins og var 2000 og það átti bara endurvekja þann gamla hóp og það var alls konar sem átti að fara að gera og við höfðum samband við hópinn og virkjum hann og gamla hópinn sko og þeir svona voru tilbúinir til þess að koma í slaginn og við höfðum það alltaf fyrir aftan okkur sko. En við ákváðum þegar við byrjuðum að við ætluðum að gera þetta með þingmönnunum, við ætluðum að gera þetta með ráðamönnunum og frekar hjálpa þeim heldur en að þeir séu eitthvað að setja þetta í skúffengustar og við að bíða. Þannig að við fórum í þarna skiltin að vara fólk við og ég sá bara ekkert að því að vara fólk við þessum hættulega afleggjara. En eins mikið og við vorum búin að vera að reyna að ná í vegagerðina þá voru þeir mjög fljótir að koma til þess að taka skiltin niður. Og svo náttúrulega fórum við náttúrulega bara að hugsa þetta mál rökrétt eftir það og menn vildu fara í meira, gera meiri svona víga herferðir en við fórum bara að hugsa þetta rökrétt. Ég meina, við getum alveg hringt í þingmenn og fengið þá bara með okkur að borðinu, safna eins og við gerðum hérna á Dús sem var rosalega góður fundur. Við vorum með forsætisráðherra hérna og iðnaðar- og viðskiptaráðherra og það tóku allir vel í þessi mál. Og Ólöf Nordal, samgönguráðherra, hún var okkar alveg frá byrjun sko. Og að því að við
spilum þetta ekki, við vorum ekki að berja í borðið með frekju, heldur vorum við að sýna fram á hver hættan er. Þannig að samstaðan sem að þið var til svona meðal fólks á Suðurnesjum í hópnum og í kringum hópin, hún skilaði sér inn í húsið í Reykjavík þar sem ákvörðun þetta er tekið. Akkurat. Í rauninni, til þingmanna, til ráðamanna, til ráðherranna og allt saman. Þannig að þetta, þið fóruð mjúku leiðina, getum við sagt að mörgu leyti miðað við hópinn sem var árið 2000 sem lokaði Reykjanesbrautinni í framhaldi af banaslysum þá og þá fór tvöföldan á stað. En núna var það svona mildari leið, en hún gekk líka þessi. Og fólk hefur að tala þessa samræðupólitík og við tókum það algjörlega. Við fórum á fund með iðnaðar- og viðskiptaráðherra og samgönguráðherra og ráðuneytisstjóranum. Við fórum á fund með þingmönnunum öllu kjördæminu. Við fórum á fund með umhverfis- og samgöngunefnd. Við fórum á fund með vegamálastjóra. Við tölum við alla bæjarstjóra á Suðurnesjum. Allar bæjarstjórnir á Suðurnesjum ályktuðu þetta mál. Samtök atvinnurekenda á Suðurnesjum, SSS og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Þetta hafði allt saman áhrif. Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að þegar við sem samfélag, að þetta er ekki bara Reykjanesbær, þegar við hér á Suðurnesjum sem samfélag stöndum saman, læsum olnbogunum og róum í sömu átt, að þá gengur okkur ótrúlega vel. Það hefur stundum verið sagt að í smærri samfélagum þá vanti stundum samstöðu en hún var sannarlega til staðar hérna. En svona, nú er þetta allt komið í gang, getur við sagt, og þetta er búið voðalega skemmtilegt og loka hópnum eða heldur hann áfram og hvað er næsta skref? Nei, þetta er engan veginn búið sko. Það er hérna, við erum búin að ná sko bráðabirgða aðgerðum og þú veist hvað felst í orðinu bráðabirgða. Við báðum að það yrðu sett hringtorg þarna þannig að það væri ekki eins hættulegt að fara þessar leiðir út úr bænum. Við munum náttúrulega bara halda áfram núna að koma tvöföldun Reykjanesbrautarinnar sko framar í samgönguáætlun og að það verði, að við fáum að sjá það á blaði að það sé byrjað að hanna og byrjað sko á verkinu. Og nú er maður að sjá fréttir að kannski í nóvember, desember, ég man nú ekki hvenær það var, að jarðvinnuverktakar hefðu lítið að gera og af hverju þá ekki að fara í málið. Við erum með 2 milljón manns sem að keyra, sko þeir fara hvorki með flugi eða bát hérna úr flugstöðinni, útlendingarnir sem koma hérna, þeir fara allir Reykjanesbrautina. Er þetta þá ekki það fyrsta sem þarf að byrja á, að klára þetta mál? En eins og við náttúrulega höfum verið að reyna að segja við þurfum náttúrulega að klára þessi bráðabirgða hringtorg kannski áður en við þurfum að ráðast í tvöföldunina því að það er miklu meira mál. Nú þegar þið eru búin að vera svona mikið í þessu og fara á kaf í þessi samgöngumál sem eru svo brýn og ekki síst í tengslum við flugstöðina sem að er svo staður þar sem allar þessar milljónir lenda í rauninni. Finnst ykkur ekki svolítið skrítið þá? Hvað í rauninni þessi mál eru ekki nógu framalega í hinu stóra Alþingi? Það er bara stórundarlegt. Miðað við allan þennan fjölda fólks sem er að koma hérna og það er vitað að þetta er að fjölga og það er bara stórundarlegt að þetta skuli ekki vera löngu komið á blað. Við erum búin að lenda í núna á síðustu örfáum mánuðum í 3 banaslysum á þessum vegakafla. Þetta eru 4 kílómetrar. Síðan að tvöföldunin, síðan að henni lauk frá Hafnarfirði og að hringtorginu við Fitjar. Það hefur orðið 1 banaslys á Reykjanesbrautinni. 1. Og það var ökumaður sem að keyrði út af að sofna eða misti meðvitund. Það var ekki árekstur sem slíkur. Og hvað segir það okkur? Þetta er algjör bilun sko. Þetta er það sem við viljum. Aukning ferðamanna ár eftir ár. Við, eins og Beggi sagði, fara þessa 4 kílómetra. Við fórum ekki, það er kannski eitthvað sem við höfum eftir, að fá Isavia með okkur í þetta. Því að þetta eru auðvitað partur af heildarmynd Isavia. Hvernig á að koma farþjónum til og frá flugstöðinni. Þannig að þetta er auðvitað mjög mikilvægt mál fyrir Isavia. Þannig að það er kannski, við þurfum að halda áfram að fá fólk til þess að aðstoða okkur að koma þessu framar í röðina. Hvernig leggst þetta þá í ykkur núna framhaldið? Ætlið að fara að fylgjast með hönnun á hringtorgum og þrýsta á og flýta og það er ennþá að flæða inn hérna ferðamenn? Já. Ég er búinn að hringja nokkuð símtöl í morgun og hérna staðan er sú að það er verið að leita að hönnunaraðila og vegamálastjóri sagðist vilja nota heimamenn og ég býst bara við því að
að þá hljóta heimamenn að grípa boltan og fara í þetta mál sem fyrst og við erum búin að heyra alls konar draugasögur hversu lengi þetta getur tekið en það er náttúrulega verst ef við erum að byrja kannski ekki fyrir í mars að þá erum við komin ofan í ferðamanna tímabili með framkvæmdir. En við erum farin að segja hér á Suðurnesjum að engin tími er góður tími, þannig að það er bara... Við höfum svo sem engan dauðan tíma til þess að gera þetta kannski, þannig að... Ferðamannaaukningin svo mikil og hún búin að aukast mikið yfir vetrartímann. En það var svo mikilvægt, fundurinn sem við áttum í kringum miðjan desember með vegamálastjóra og hans starfsfólki, það við fórum á fund vegamálastjóra þegar að fjárlagafrumvarpið var komið fyrir Alþingi sem að starfsstjórn lagði fram, þar sem að samgönguáætlun var ekki í full fjármagnuð. Þannig að við fengum svona aðeins fyrir hjartað að hvort að þetta loforð vilyrði í samgönguáætlun væri að renna okkur úr greipum. Þannig að við áttum samtal við vegamálastjóra og hann fullvissa okkur það að hann myndi standa með okkur í þessu máli og sem var gert og þingmennirnir áfram kláruðu þetta mál en hann fullvissaði okkur einnig það að þetta yrði klárað þessu ári og yrði gert svo sómi yrði af og helst myndi hann vilja að það yrði strax gert sett upp tvöföld hringtorg líkt og niður við Fitjar, þannig að þegar að tvöföldum kemur að þá er rétt bara plug and play eins og maður segir. Svona í lokin, Víkurhrettar að velja hópinn ykkar sem þið stofnuð, svona menn ársins, okkur finnst þetta að vera eitt verkefni sem stendur upp á síðasta ári, eitthvað sem þið viljið segja við það sem voru með okkur og í þessu dæmi og upp á framhaldið að gera? Já, þessi viðurkenningin er alltaf ótrúlega, við erum mjög hreyknir af þessari viðurkenningu en það eru 16.500 mann sem að fá þessa viðurkenningu í dag. Þeir komast bara ekki allir hérna inn en við erum bara að taka mótinni fyrir þennan hóp. Það var hópurinn sem gerði þetta, ekki við. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Það er vel við hæfi að heyra í nokkrum Suðurnesjamönnum og spyrja það út í nýliðið ár 2016. Hvað var áhugaverðast en gerðist á árinu? Hverjir voru mest áberandi? Við hittum nokkra unga Suðurnesjamenn og spurðum þá út í þetta. Eftirminnilegasta á síðasta ári á Suðurnesjum? Herðu, já maður, það eru mörg að taka. Ég er Helguvík. Það er allt það var í kringum Helguvíkina, túrisminn. Við fórum feðgarnir til Parísar á landsleik og horfum á Arnór Setjan, það var frábært. Eftirminnilegasta myndi ég segja hefði nú verið þeir sorglegu viðburðir á Reykjanesbrautinni þegar slysni urðu. Ég held að það kemur svona fyrst upp í hugann. Og svo í framhaldinu þessi alda sem var til í framhaldinu sem sagt hjá íbúum að krefjast endurbóta og bæta umferðaröryggi á Reykjanesbraut. Þá verð ég að segja fyrsta lagi verð það þetta fallega samstæða sem átti sér stað eftir slys á Reykjanesbraut. Þegar íbúar á Suðurnes tóku sér saman og börðust fyrir endurbætum og það verð ég að segja að það var mjög aðdáunarvert og gaman að sjá hvað við stöndum vel saman. Í öðru lagi vil ég segja ferðaþjónustan. Það var virkilega gaman að sjá hvað við á Suðurnesjum gerum þetta vel í ár og gerum vel í framtíðinni. Hérna er flugvöllurinn að taka á móti metfjölda og hérna er mikið áfangastöðum sem eru verðmætir og þannig að það var gaman að sjá hvernig innviðirnir eru að stækka og vera betri. Já, svona heilt yfir, án þess að nefna kannski einstök mál, að þá myndi ég vilja segja atvinnumálin á svæðinu. Að það hefur verið frábært að sjá hversu hratt þessi viðsnúningur hefur orðið frá því að við höfum verið í umræðu það að fjölga störfum á svæðinu yfir það að vera að ræða þenslu og okkur vanti fólk til starfa á svæðinu. Og í dag er staðan orðið svo að allir þeir sem vilja vinna og geta unnið, geta fengið vinnu. Og það hefur verið mjög áhugavert að sjá á árinu hvernig þessi mál hafa þróast, þetta byrjaði kannski aðeins fyrr. Þannig að svona heilt yfir að þá finnst mér það vera atvinnumálin í víðu samhengi. Arnór Ingvi Traustason, þegar hann skoraði markið á móti Austurríki og við unnum, það var geggjað, það var algjörlega frábært. Og það verður bara í minnum haft bara lengi. Síðan auðvitað stopphópurinn,
Það þessi hópur sem var stofnaður á Facebook að stopp hinga og ekki lengra eftir hræðilegt banaslið sem var. Og ég var beðin að vera í verkefnastjórninni og það sem svo frábært við þennan hóp að það náðust samstaða þvert á pólitíkina og þvert á bæjarfélög. Það voru bara allir saman í þessu verkefni og þarna sýndum við styrk okkar. Ef ég bið að nefna eitthvað Suðurnesjamann sem að þér fannst vera mest áberandi á árinu? Já, ég þurfti aðeins að hugsa þetta en það eru þó tveir sem að standa upp úr fyrir mjög ólíka hluti. Annars vegar fótboltamaðurinn okkar, hann Arnór, alveg gjörsamlega frábær í sumar með landsliðinu og Valdimar kom líka mjög sterkur inn. Hann sýndi mikið hugrekki þegar hann steig fram og opinberaði bara sjálfan sig og fór í Reykjavíkurmaraþon og hefur svo haldið áfram með glæsilegum árangri og verið mörgum mjög góð fyrirmynd. Já, ég var bara að segja aftur björgunarsveitirnar þarna. Í starfinu, maður hringir í þetta fólk, þetta komið 1 og 3 og bara áður maður vita, þá eru komin einhver 6 hjól, 4 hjól og risastóri bílar og fagmennskan í kringum allt. Þetta ekki bara einhverjir sjálfboðaliðar sem að mæta, þetta fólk sem greinilega búið að þjálfa sig vel og mér finnst bara frábært að fylgjast með þeim í öllum þeir aðgerðum, sko. Þannig ég einhvern veginn verið að setja þær, setja neyðarkallinn bara. Ég held að bara Arnór Ingvi Traustason og Ingvar Jónsson, þeir voru frábærir og eru frábærir og verða alltaf frábærir. Þeir stóðu sig alveg æðislega vel í sumar á EM og ég held að við munum sjá meira af þeim fljótlega. Og auðvitað okkar uppkomandi stjörnu, Elías Má Ómarsinni. Ég svo upptekin að EM, það náttúrulega Arnór Ingvi Traustason. Síðan þetta að við áttum eða eigum núna og höfum átt ráðherra sem alltaf áberandi, Ragnheiður Elín Árnadóttir, en því miður náði hún ekki því sem ég hefði viljað sjá hana ná í prófkjöri. Auðvitað Oddný Harðardóttir sem var formaður Samfylkingarinnar og tók við erfiðu búi og því miður fyrir okkur Suðurnesjamenn, hún segir af sér og kannski skiljalegt en vont að við viljum hafa Suðurnesjamenn í áhrifastöðum, það ekki? Svo ég náttúrulega alltaf stolt af músíkinni suður frá, að horfa til þessa hluta Suðurnesjamanna í Of Monsters og Men, síðan auðvitað Valdimar og svo líka auðvitað bræðurnir Njarðvíkingarnir Sigurður Guðmundsson og Guðmundur Óskar Guðmundssynir. Já, það sem kom fyrst upp í hugan þegar ég var að hugsa það var bæjarstjórinn okkar, Kjartan Már, fyrir það að hafa verið í umræðinu skuldastöðu bæjarfélagsins og fyrir það að hafa verið í þessum samningaviðræðum við kröfuhafa og mér finnst hann hafa staðið sig vel í því og ég trúi því að hann verið áfram ábyrgandi næsta ári í umræðinu. Það verið vonandi fyrir skemmtilegri og svona meiri uppbyggilega hluti, þannig að hann var svo einstaklingur sem kom fyrst upp í hugan. Stærstu málin, hvað svona þú ferðið við það á árinu? Já, ég myndi segja að stærstu málin, svo fyrsta sem ég nefna þessi viðræði við kröfuhafa sem að Reykjanesbær stóð í og það var gríðarlega stórt mál og bara frábært að þetta mál skuli vera komið til grafa og afgreitt. Við getum horft á bjartari tíma þó eitthvað sé eftir en það var alveg gríðarlega ánægt að sjá hvað þetta sé afgreitt. Og svo auðvitað þessa frábæru niðurstöðu í máli gatnakerfis, það er að segja gatnamótum hjá Þjóðbraut og Reykjanesbrautar og Aðalgötu og Reykjanesbrautar, að 200 milljóna króna styrkur sé komin í það verkefni til að búa til hringtorg og bæta þessa samgöngumál sem við Suðurnesjum þekkjum vel og þarf að laga. Sko stærstu málin, það náttúrulega, núna erum við komin í 2017 en allavega seinni hluta ársins 2016 þetta United Silicon. Ertu að grínast? Hvernig hægt að klúðra svona frábæru svæði? Við erum með atvinnuuppbyggingu á Suðurnesjum, bæði ferðaþjónustuna og bara mismunandi atvinnuuppbyggingu sem við þurfum á að halda. Erum þarna með flott svæði í Helguvík, erum að byggja upp. Ég var svo ánægð með United Silicon. Þeir voru að lofa okkur góðum launum og frábæri vinnuaðstöðu og allt þetta. Þeir bara klúðra þessu og það að mínu mati þá vantar bara þarna virðingu. Það vantar virðingu fyrir umhverfinu, það vantar virðingu fyrir fólkinu og það vantar virðingu bara fyrir samfélaginu. Stærstu málin á Suðurnesjum, það náttúrulega bæði jákvæð og neikvæð mál. Þetta umferðin var náttúrulega mjög erfið hjá okkur og þungmál þar.
Ykkur í lögreglan? Já, og bara fyrir samfélagið, en sem betur fyrir nú að vinna í því. Það búið að lagfæra gatnamótin Hafnarvegur Reykjanesbraut. Það á að koma núna þessu ári hringtorg bæði á Þjóðbraut og á Aðalgötu, sem náttúrulega bara frábært. Fyrir mitt leyti ætti að vera löngu búið að banna vinstri beygju inn á Reykjanesbrautinu á báðum þessum stöðum. Stærstu málin, ég myndi segja árangur skólana í Reykjanesbæ, gersamlega frábær. Við erum að þetta bara bylting og verður gaman að fylgjast með áframhaldinu. Náttúrulega opnun kísilversins og það sem fylgdi í framhaldinu, íbúarnir ekki kannski allir óánægðir en svona óöruggir og það ekkert, við sjáum ekkert fyrir endan á því strax hvernig það þróast. Já, svona háværustu málin hafa náttúrulega verið atvinnumálin í tengslu við Helguvík, finnst mér, og það hafa því miður verið of neikvæð. Atvinnumálin yfir höfuð varðandi uppbygginguna á flugvellinum og allt í tengslum við hann. Það auðvitað mikil aukning og mikil vöxtur og það fylgja því vaxtarverkir, þannig að sú umræða hefur líka verið hávær. Og ég held að það hefur verið svona, það sem mér finnst hafa einkennst, það sem hefur verið svona kannski stærst og mest í umræðinni. Við þökkum fyrir áhorfið. Minnum við áhorfendur á að hægt að sjá þáttinn á hringbraut.is og á síðu Víkurfrétta vaff.is. Við minnum líka á aðra miðla Víkurfrétta. Við gefum út fréttablað sem kemur hér út í hverri einustu viku og dreift inn á hvert heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum. Við erum með Víkurfréttavefinn vaff.is, nýja fréttir alla daga þar og eins fyrir kylfingana, kylfingur.is. Við tökum við ábendingum skemmtilegt efni í okkar miðla. Endilega sendið okkur á vaff@vaff.is. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst á vikuleiðinni. Verið sæl. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is